Morðingi bandaríska áhrifavaldsins Charlie Kirk gengur enn laus en morðvopnið fannst í dag. Kirk sem var bandamaður Donalds Trump var skotinn til bana á meðan hann flutti ræðu við háskóla í Utah. Skýr samdráttur í byggingariðnaði í fyrsta sinn í 4 ár. Þriðjungi færri íbúðir eru nú í byggingu en fyrir 2 árum. Hagfræðingur óttast vítahring húsnæðisskorts og vaxtahækkana. Síðasta ríkisstjórn á heiðurinn af skattahækkunum í nýju fjárlagafrumvarpi, segir fjármálaráðherra. Hann mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag við misjafnar undirtektir. Fingraför og DNA-sýni á sprengjuleifum geta verið mikilvægar vísbendingar hverjir standa baki hryðjuverkaárásum, segir stjórnandi æfingar NATO-ríkja hér á landi. Líkt eftir raunverulegum hryðjuverkasprengingum á æfingunni. Hnífur, brýni og hauskúpur af hrossum hafa fundist við uppgröft á fjósi frá 12. öld við Odda á Rangárvöllum. Hauskúpa fannst á sérstökum stað og gæti hafa verið húsfórn að mati fornleifafræðings. Gott kvöld. Morð á bandarískum áhrifavaldi sem talaði fyrir íhaldssömum kristilegum gildum og var bandamaður Donalds Trump hefur vakið athygli víða heim. Morðinginn gengur enn laus en morðvopnið fannst í dag. USA! 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 That's a lot of people, Utah, I'll tell you what. 3000 voru samankomin til að hlusta á og ræða við Charlie Kirk á útifundi við háskóla í Utah. I think it's time for Mormons. You got to get your mojo back. No more of this LGBT stuff. So it's positioned above the tent, so it would be in the camera. They just move. What was that? Oh my God! He just got shot! Holy shit! Holy shit! This situation, people definitely feared for their lives. I could see it in their eyes. I could hear it in their voices. People were crying. People were screaming. It was a nightmare. I don't even have my shoes on. I left my keys, and everyone's just scared. It's traumatizing. It scares. I don't even want to go to school tomorrow, Aðeins einu skoti var hleypt af, morðinginn hæfði Kirk í hálsinn úr 200 metra fjarlægð. Síðdegis greindi FBI frá því að morðvopnið hefði fundist og birtar voru myndir af manni sem lögregla vildi ná tali af. Kirk var aðeins 18 ára þegar hann stofnaði samtökin Turning Point og markmiðið var að breiða út íhaldssama hugmyndafræði. Samtökin starfa í 850 háskólum í Bandaríkjunum. Kirk hefur verið einn af helstu bandamönnum Donalds Trump og samtök hans eru talin eiga stóran þátt í að hann var kjörinn forseti í fyrra. Democrats have given hundreds of billions of dollars to illegals and foreign nations, while Gen Z has to pinch pennies just so that they can never own a home, never marry, and work until they die, childless. Kirk var 31 árs faðir 2 ungra barna. Hann hélt úti daglegu hlaðvarpi, var virkur á samfélagsmiðlum og veigraði sér ekki við að eiga í rökræðum við fólk sem var honum ósammála. Kirk talaði fyrir kristilegum gildum, hann var á móti þungunarofi, mikill stuðningsmaður réttarins til að bera vopn og þykkur stuðningsmaður Ísraels. Allir fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna hafa minnst Kirks í dag og fordæmt morðið. Liðsmenn annarra stjórnmálaflokka ekki óvinur okkar heldur samborgarar, skrifar George W. Bush. Bill Clinton miður sín og reiður. Barack Obama og Joe Biden eru sammálum að viðurstyggilegt ofbeldi af þessu tagi eigi ekki heima í Bandaríkjunum. Donald Trump Bandaríkjaforseti var augsýnilega reiður þegar hann flutti ávarp sitt í gær. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. Trump fyrirskipaði að flaggað yrði í hálfa stöng við allar opinberar byggingar. Það á líka við sendiráð og það var gert í bandaríska sendiráðinu hér. Radical left political violence has hurt too many innocent people and taken too many lives. Tonight I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived and died. The values of free speech, citizenship,
the rule of law, and the patriotic devotion and love of God. Please rise for a moment of prayer for Charlie Kirk and his family. Þegar þingkona republikana frá Colorado óskaði eftir því að leiddi yrði bæn í heyranda hljóði, ókyrðust demokratar og kölluðu til hennar að styðja herta vopnalöggjöf og myndu hann á að skotaross hafi verið framinn í skóla í hennar ríki síðast í gær. Let's wait a minute. The House will be in order. The House will be in order. The House will be in order. Velkomin Friðjón Friðjónsson. Hvað eiginlega að gerast í Bandaríkjunum? Þetta stór spurning og erfitt að svara henni. Það sem blasir við okkur sem erum í örygginu á Íslandi að þessi skotvopnaeign og þessi hvernig það út allt eitthvað sem alveg stórkostlega furðulegt og hættulegt. En svo bara líka þessi skautun í umræðinni, hún komin út fyrir allan þjóðarbólk. Kirk var mjög umdeildur en líka dáður í ákveðnum kreðsum. Hvers vegna var hann svona áhrifamikil? Hann var bara mælskur og að mörguleyti sjarmerandi þáttakandi í þjóðfélagsumræðu og óhræddur. Og auðvitað laðast fólk að fólki sem óhrætt og tilbúið til þess að fara og tala við andstæðinga og hann sagði sjálfur alltaf ef við hættum að tala saman og ef við hættum að rökræða að þá gerast vondir hlutir. Maður getur verið ósammála öllu því sem hann stendur fyrir en það ekki annað hægt að dásta ákveðnuleyti. Hann var alltaf tilbúinn til þess að fara inn í aðstæður þar sem hann var með óvinveittan hóp í kringum sig og taka debatið. Nú eru skotarósir og pólitískt ofbeldi, þær ekki óþekkt fyrirbæri í Bandaríkjunum. Það ekki langt síðan ríkisþingkonan Melissa Hortman var myrt á heimili sínu. Hvers vegna vakti það morð ekki svona mikla athygli? Hún var náttúrulega ekki landanærið jafn fræg og Charlie Kirk. Og það gerðist ekki beinni útsendingu eins og morðið í gær. Þannig og þar var heldur ekki forseti Bandaríkjanna með eitthvað háværan mikrofón eða hátalara til þess að draga athyglinni eða til þess að lýsa áhyggjum sínum. Trump sýndi litla samhygð þegar hún og maðurinn hennar voru myrt og annar þingmaður var líka og kona hans var skotin á sínu heimili. Akkurat. Örstutt í lokin, hefur þetta áhrif hérna á Íslandi? Já að hluta til vegna þess að það og ég sá það á samfélagsmiðlum, bæði fólk í gærkvöldi og í morgun, bæði fólk sem var einhvern veginn að reyna að nýta sér þennan atburð sér til framdráttar og líka annað fólk sem lýsti yfir bara ánægju eins ömurlegt og hræðilegt það lýsti yfir ánægju við því að þetta morð hafi verið framið. Við sáum það síðustu helgi að það var reist níðstöng á hendur utanríkisráðherra. Það var skotið á bíl borgarstjóra fyrir nokkrum árum síðan og menn hafa nefnt máli hafarið í kringum Snorra Másson í síðustu viku. Þannig að vonandi erum ekki að flytja inn einhverja meiri af þessar umræðu. Ég held ekki þannig séð en allt sem að gerast í Bandaríkjunum og allt sem að gerast á samfélagsmiðlum, við erum að taka það upp að einhverju leyti. Akkurat. Takk fyrir þetta, Friðjón. Hingað heim, metnaður og varfærni eða vonbrigði og óvissa. Fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar fékk ólíkar umsagnir á Alþingi í dag þegar fjármálaráðherra mælti fyrir því og fyrsta umræða það hófst. Hann sagði að í frumvarpinu væri gætt að hóflegum útgjaldavexti ríkissjóðs en Guðlaugur Þór Þórðarson þingmaður Sjálfstæðisflokksins sagðist ekki sjá aðhaldið og spurði hvort ekki væri heiðarlegra að viðurkenna að því hefði verið slegið á frest þetta árið. Í stað þess að gera eins og hæstvirtur ráðherra gerði fyrst, segja væri engar skattahækkanir. Svo sáu það allir á blaðsíðu 121 að þeir eru 28 milljarðar. Þær eru að stofnunum til allar framhald af því sem síðasta ríkisstjórn lagði fram og því á engan hátt nýjar eða ófyrirséðar. Hér ný ríkisstjórn að leggja fram sín fyrstu fjárlög og það vísað í ákvarðanir fyrri stjórnar í öllum tilvikum. Hvaða endemistella þetta, hæstvirtur ráðherra? Ef við leggjum nú allan leikaraskap til hliðar
þá erum við ekki næstum því eins ósammála eins og við höldum. Af hverju í ósköpunum ættum við að fara aðrar leiðir og skapa einhvers konar óvissu hvernig þróunin verður á ríkissjóði á komandi misserum ef að ákvarðanir fyrir ríkisstjórnar eru vel ígrundaðar, hafa fengið þinglega meðferð og eru góðar. Ég bara botna ekkert í þessu. Hvers konar eiginlega eru átök í stjórnmálum einhvern markmið í sjálfu sér? Eftir 4 ára vaxtarskeið dregst velta í byggingariðnaði saman, störfum fækkar og minna flutt inn af byggingarefnum. Þetta sýnir ný greining Samtaka iðnaðarins. 8.800 íbúðir voru í byggingu í mars 2023 samkvæmt mælaborði Húsnæðis- og Mannvirkjastofnunar, en þær voru 7.200 í mars síðastliðnum. Það fækkun 1.600 íbúðir á 2 árum. Í byrjun þessa mánaðar voru 5.500 íbúðir í byggingu. Þetta samræmist ekki stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að fjölga íbúðum hratt með bráðaaðgerðum. Aðalhagfræðingur Samtaka iðnaðarins segir þetta hafa víðtæk áhrif, til dæmis í hærri vöxtum sem koma öllum við. Í fyrsta sinn í langan tíma sem við sjáum þessi merki og ef að framfer sem horfir þá erum við að sjá aftur þennan efnahagslega vítahring sem við höfum verið að reyna að losa okkur út úr á síðustu misserum, sem í rauninni skortur á íbúðum sem leiði til aukinnar verðbólgu og hærri vaxta. Fólkinu haldið á hliðarlínunni, kemst ekki inn á markaðinn út af þessu, þannig að það getur ekki keypt. Þannig að það stór hluti af því vandamáli sem við að glíma í augnablikinu. Og hvers vegna gerist þetta? Samtök iðnaðarins tiltaka nokkra ástæður sem eru háir stýrivextir, háir íbúðalánavextir, hár byggingakostnaður, seinagangur í skipulagsmálum, íþyngjandi reglugerðir og lækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts á vinnu iðnaðarmanna. Og það sem sagt vega mest skortur á byggingarhæfum lóðum á viðráðanlegu verði og flókið og langt ferli til að fá byggingarleyfi hjá sveitarfélögunum. En verktaki segir fátt koma á óvart, þessi samdráttur hafi verið fyrirsjáanlegur. Yfirlýst markmið og þetta hlutur Seðlabankans að reyna að draga saman umsvif í hagkerfinu og það þetta bara að byrja að skila sér svona hraustlega. Hvernig finnur þú og þitt fyrirtæki fyrir þessu? Þetta bara gerast orðið fyrirsjáanlegt. Ef við tölum sérstaklega húsnæðismarkaðinu, þetta byggingamarkaður meira en íbúðamarkaður, en þannig þá hafa þetta aðföng hækkað og eitt af þeim fjármagn sem hefur hækkað mjög mikið. Við erum með mjög ströng lánþegaskilyrði. Þessu til viðbótarnefni Gylfi hækkun á opinberum álögum á íbúðarhúsnæði í byggingu. Og þegar allt þetta talið saman, þá förum við að enda í því að það sé á nippinu að við getum byggt íbúðir sem að fólk geti keypt. Hátt í 10% af vinnuafli á Íslandi sem 20.000 starfa í byggingariðnaði og starfsfólki farið að fækka. Og það hefur reynda verið vandamáli í kringum tíðina hvað varðandi þessa atvinnugrein að það hún verður svolítið afgangs og hefur verið notuð til sveiflujöfnunar. Það einfalt að strika út á fjárlögum nokkur hús og nokkra vegi en á bakvið þetta eru fyrirtæki og fólk. Og það þegar það verður svona mikill samdráttur þá kostar að fara að byggja upp aftur þegar við þurfum virkilega á þessu að halda. Aðildarríki NATO ætla að senda liðstyrk og hergögn til ríkja í austri eftir að rússneskir drónar voru skotnir niður í pólskri lofthelgi í gær. Hermenn, loftvarnakerfi, þyrlur og stórskotalið verða send til Póllands og Litáen. Pólsk stjórnvöld óskuðu eftir fundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna þar sem þau kalla fordæmalausa innrás rússneskra dróna. Rússnesk stjórnvöld segja þetta hafa verið óviljaverk og saka Pólverjum að reyna vísvitandi að kynda undir spennu. Öryggisráðið kemur saman til fundar máli klukkan 7 annað kvöld. Sprengjusérfræðingar frá 18 NATO-ríkjum miðla reynslu sinni og þekkingu á stærstu æfingu þeirrar tegundar á Keflavíkurflugvelli í Helguvík og Hvalfirði. Stjórnendur æfingarinnar segja sprengjusveit Landhelgisgæslunnar í fremstu röð. Æfingin Northern Challenge fer nú fram í 24. sinn. 18 þjóðir taka þátt í þessari æfingu sprengjusérfræðinga og hún sú stærsta af þessu tagi á vegum Atlantshafsbandalagsins og 400 manns taka þátt. Þetta æfing sem snýst að eyða hreiðaukasprengjum og eiga við þær á alþjóðlega vettvangi. Ásgeir segir sveitirnar deila þekkingu sinni sem ólík og þannig tryggja útbreiðslu þekkingar og reynslu. Já, þessi æfing skiptir bara gríðarlega miklu máli, bæði fyrir okkur og aðra þjóðir að koma saman og vinna úr samfundsmæssige løsninger og så hvordan andre gør og at de lært sammen. Er det forskellige metoder de nationer bruger? En lille smule forskellige, så vi lærer lidt af hinanden.
Vi trænede sådan grundlæggende på samme måde, men der altid lidt små forskelligheder, og der lærer vi godt ved at være sammen her på Ísland. Sprengjusveit Landhelgisgæslunnar hefur mikla reynslu af veiðingu sprengja og meðal annars núna í Litáen að þjálfa Úkraínumenn í að eyða sprengjum. It comes to bomb disposal, especially improvised bomb disposal. Iceland are in the Champions League of nations that do this. The knowledge and the skills and the equipment that Iceland have, is up there with the best. They really are very capable, very competent. Á æfingunni líkt eftir sprengju sem fundist að víða heim og það aftengdar. Meðal þess sem þjálfað í á æfingunni að safna, varðveita og vinna úr sönnunargögnum svo finna megi þann sem stóð að baki sprengingu. Það geta verið fingraför, DNA-sýni og ýmislegt og það skiptir verulegu máli. Hver bombebygger har ligesom sin egen måde at bygge på, og så kan man måske finde nogle kendetegn, som man kan bruge i jagten på at finde bagmanden. Så det bruger vi energi på. Og þá að öllu friðsamlegri fréttum. Margir Íslendingar búa í sumarbústöðum sínum allt árið. Þar ekki hægt að skrá lögheimili. Þetta sumum sveitarfélögum þyrnir í augum eins og framkom og fundið þeir í morgun. Fulltrúar sveitarfélagana unnu saman í vinnustofu á hóteli í Reykjavík og fór yfir leiðir til úrbóta. Það fallegt í Kjósinni og margir búa þar í bústöðum og sækja vinnu á höfuðborgarsvæðið. Sveitarstjórinn segir að þegar íbúðahverfi eru skipulögð sé auðvelt að gera sér grein fyrir hve mikla þjónustu þarf að veita. Annað gildi búsetu í sumarbústöðum. Þá getur eins og við upplifum núna bara rétt fyrir án skólinn byrjar að þá leit út fyrir að væri að fjölga börnum 40% í skólabíli, korter í skóla. Þannig að ófyrirsjáanleikinn í þessu svo mikill eins og þetta í dag. Langflestir sumarbústaðir eru á Suður- og Vesturlandi nærri höfuðborgarsvæðinu. Nærri 3400 í Grímsnes og Grafningshreppi, 2200 í Bláskógabyggð, 1500 í Borgarbyggð, tæp 700 í Kjósarhreppi, 600 í Skorradalshreppi og í Hvalfjarðarsveit og 400 í Hrunamannarhreppi. Þau sem eru skráð með ótilgreint lögheimili borga meðal annars útsvar til sveitarfélagsins, fasteignaskatt og hafa þar kosningarétt. En það hálfgjör óvissa í rauninni í gangi það hvernig sveitarfélaginu beri að veita þjónustu til íbúa sem hafa ekki löggilt staðfang. Til að mynda þessa heimaþjónustu og heimahjúkrun og annað þar sem við vitum bara ekki hvar fólk staðsett. Í 6 sveitarfélögum einn eða fleiri sumarbústaður á hverja íbúð. Bæði í Skorradalshreppi og í Grímsnes og Grafningshreppi 12 sumarbústaðir á hverja íbúð í hreppunum. Fjöldi bústaðana þó meiri í síðarnefndarhreppnum. Þeir sem eru með ótilgreint lögheimili eru hlutfallslega flestir þar sem sumarbústaðirnir eru margir. Hlutfalli fer yfir 10% í 4 hreppum. Í Skorradalshreppi og í Ásarhreppi og hlutfalli hækkar svo enn frekar eða upp í tæp 19% í Grímsnes og Grafningshreppi og í Kjósarhreppi 21,5%. Það að segja að 2 af hverjum 10 íbúum í Kjósarhreppi eru með ótilgreint lögheimili. Grímsnes og Grafningshreppur krafðist þess við þjóðskrá að hún felldi niður lögheimilisskráningu allra íbúa með ótilgreint heimilisfang því það væri í andstöðu við lögheimilis- og skipulagslög. Að í rauninni skrá fólk í það sveitarfélag sem það átti áður búsetu í. Nei, ég sé enga lausn í því. Ég sé ekki lausnin í því. Þjóðskrá hafnaði þessu enda sé ótilgreind lögheimilisskráning í samræmi við fyrirmæli laga. Það var ekki orðið við þeirri beiðni og við vísuðum því þá inn til dómsmálaráðuneytisins og bíðum eftir niðurstöðum þaðan. Við erum bara mjög ánægð með þessa íbúa okkar og þetta eiginlega svolítið leiðileg umræða einhvern veginn að vera að tala ykkur og okkur. Við þurfum bara einhvern veginn að vinna úr þessu, hvernig við getum fundið lausnir sem allir geta verið sátti við. Íbúar í sunnanverðum Hrútafirði segja synd að horfa á heitt vatn í næsta nágrenni fara til spillis. 10 ár eru síðan hitaveituframkvæmdir hófust í sveitarfélaginu en loka áfangunum enn ólokið. Hér þetta yfirfall úr tanknum þarna. Íbúar sunnan Reykja í Hrútafirði eru langþreyttir á bið eftir hitaveitu. Fyrir utan svo það vatn sem að koma upp úr þessum augum hér og þar. Og þetta fer bara til spillis? Þetta fer bara beint í sjóinn. Ekkert notað. Enn á eftir að leggja hitaveitu á 25 km kafla. Til stóð að þær framkvæmdir hefðust 2018 en síðan þá hefur lítið breyst. Á þeim kafla eru einhverjir 14-15 sveitabæir eða heimili þar sem fólk býr í og svo annað eins af húsum sem möguleika að kynda upp eins og staðaskáli og gistihús í Staðaflöt og fleiri hús. Finnst ykkur þetta að vera vannýtt? Já,
algjörlega að láta hér 2,5 sekúndulítra vatni renna bara í sjóinn án þess að nota það á neitt hátt meðan að það þessi notkunarmöguleika til staðar. Sveitarstjóri sýnir því fullan skilning að íbúar séu orðnir þreyttir á biðinni. Vinnan sé enn í fullum gangi en til að mynda hafi vatnsmagn í holunni verið kannað 2021. Hún var því miður ekki alveg 100% að væri nægt vatn, það þyrfti að skoða betur áhrifin á svæðið í heild. Hitt að kostnaður við þessa lagningu mjög mikill. Nú að vera komið 10 ár síðan að þetta fer að stað upphaflega. Ég má þetta fólk vænta þess að þurfa að bíða í mörg ári viðbót? Vonandi ekki og ég vona svo sannarlega að verði hægt að ráðast í þetta sem fyrst. Fjós frá 12. öld fannst við uppgröft í manngerðum hellum við Odda á Rangárvöllum. Fornleifafræðingur segir fundinn óvæntan og fjósið merkilegt fyrir margar sakir. Síðustu 6 sumur hefur hópur fornleifafræðinga frá Fornleifastofnun Íslands verið við uppgröft á manngerðum hellum við Odda á Rangárvöllum. Hellarnir voru grafnir út 950 til 1100 og þegar hægt var að nota þá, fjallu þeir saman og gleymdust. Svo erum við líka að rannsaka miðaldafjós sem var byggt ofan í hellisrústina. Þegar fjósið fannst var uppgröfturinn á hellunum settur á bið. Kristborg segir fundinn óvæntan og fjósið merkilegt fyrir margar sakir. Það er byggt í hellisrúst og áhugavert að sjá hvernig þeir hafa unnið með þessar aðstæður. Það er torflæði hús sem er byggt inn í þessar gryfju. Gryfjan er talin hafa verið safnþró fyrir mykju og neðst í henni fannst hross grafið. Og eins hefur komið líka óvart að það er rosa mikið af pinnahólum eða stóðarhólum í húsinu, bara fleiri 100. Það hefur komið óvart en svona gaman að sjá að það gefur til kynna innréttingar og svona hvernig húsið hefur verið byggt og notað. Samkvæmt aldursgreiningu á gjóskulögum var fjósið byggt á seinni hluta 12. aldar. Það er 10 metra langt og rúmaði að öllum líkindum hátt í 20 nautgripi. Fáir munir hafa fundist á svæðinu enda útihús og ekki ætlað mönnum. Þó hafa fundist hnífur, brýni og naglar. Kristbjörg segir að eitthvað af dýrabeinum hafi fundist, meðal annars 3 höfuðkúpur af hrossum. Eina þessara kúpa fannst í hólu sem var innundir vegg í húsinu og þetta er svona sérstakur fundarstaður og mér hefur dottið í hug hvort þetta geti tengst einhvers konar húsfórn eins og er þekkt og tíðkast fram eftir öldum. Þessi fasi rannsóknarinnar hefur staðið yfir í 4 vikur og er síðasti dagur á morgun. Og við erum bara þannig sé rétt að byrja, þannig að það er nóg að rannsaka hérna. Sjónvarpsserían Reykjavík Fusion verður frumsýnd í Háskólabíó í kvöld og þar er Haukur Hólm. Haukur, hvað fjallaði þessir þættir? Já, það er nú það. Stuttasvarið er kokkur í klandri, en við skulum heyra betur frá 2 aðalleikurunum. Hvað er þessi sjónvarpssería? Hún er kokk, Jónas, sem er að koma úr fangelsi og bara eins og margir aðrir sem fara í fangelsi lendir í svona vandræðum með að finna sér nýtt starf og koma aftur inn í samfélagið. Og hann kynnist til dæmis þessari konu sem að Hera leikur, sem að býr til mikið af vandræðum fyrir hann. Já, hún er kona sem rekur alls konar business og á mjög ólöglegan og semi-ósiðferðislegan máta. Er þetta mikil spenna? Já, algjörlega. Mikil spenna, skemmtileg karakterar, svolítið sexy, svolítið fyndin, svolítið dark, svolítið, ég mæli með henni, sko. Og drama kannski líka? Já, Samúel og Gunnar, leikstjórarnir okkar, það sem hann lagt upp með er það sem við fáum, sem er í rauninni hraði og spenna og svolítið svona hratt sjónvarpsefni, ekki hægt og ekki svona, þetta er ekki svona típisk skandinóar. En þú ert ekki bara að leika, þú ert líka að framleiða? Já, svo er víst. Ég er að reyna að vera fullorðinn líka. Fyrstu skrefið þar eða? Já, ég er svona stór? Ég er svona aðeins tekið á því áður en fyrir fyrsta skipti sem að fyrirtækið okkar, við erum 4 saman, Hörður og Jónas og Birkir og ég, sem erum að reka framleiðslufyrirtæki sem heitir Akt 4 og þetta er fyrsta verkið sem við klárum og frumsýnum. Ég segi bara góða skemmtun í kvöld. Takk kærlega. Takk innilega. Og þessi sería, hún verður síðan sýnd á sjónvarpi Símans, þar getur fólk séð meir þennan kokk. Við hlökkum til að sjá þegar hitnar í kolunum þarna. Takk fyrir þetta, Haukur.
Í Kastljósi í kvöld verður rætt strætó, en framkvæmdastjóri strætó vonar að fjöldi farþega eigi eftir að tvöfaldast á næstu árum, eftir að þjónustan var bætt á dögunum og svo verður litið á Listasafn Akureyrar þar sem pönk og lúpínur eiga svið. Og þá að veðri, lægðir suður og suðaustur á landinu beina til okkar strekkings norðaustanátt næsta sólarhringinn. Nokkrir úrkomubakkar berast til okkur úr austri með vætusömu og svölu veðri norðan og austan til á landinu, en úrkomulítið suðvestanlands og milt. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Skagamenn fengu óvænta líflínu í fallbaráttunni bestu deild karla í fótbolta í dag. ÍA tók þá á móti Breiðabliki í frestuðum leik. Heimsmeistaramótið í frjálsíþróttum hefst í Japan helgina. Sigurbjörn Árni Arngrímsson leiðir okkur í sannleikanum allt að helsta. Og stórleikur Luka Doncic dugði ekki til fyrir Slóvena og EM í körfubolta í gærkvöld. Þýskaland komst í undanúrslit. Íþróttir hér eftir fréttir. Og skulum við fara yfir helstu fréttir þessa fréttatíma. Morðingi bandaríska áhrifavaldsins Charlie Kirk gengur enn laus en morðvopnið fannst í dag. Kirk sem var bandamaður Donalds Trump var skotinn til bana á meðan hann flutti ræðu við háskóla í Utah. Skýr samdráttur í byggingariðnaði í fyrsta sinn í 4 ár. Þriðjungi færri íbúðir eru nú í byggingu en fyrir 2 árum. Hagfræðingur óttast vítahring húsnæðisskorts og vaxtahækkana. Síðasta ríkisstjórn á heiðurinn af skattahækkunum í nýju fjárlagafrumvarpi, segir fjármálaráðherra. Hann mælti fyrir frumvarpinu á Alþingi í dag við misjafnar undirtektir. Hnífur, brýni og hauskúpur af hrossum hafa fundist við uppgröft á fjósi frá 12. öld við Odda á Rangárvöllum. Hauskúpa fannst á sérstökum stað og gæti hafa verið húsfórn að mati fornleifafræðings. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Ríkisútvarpið er með fréttavakt allan sólarhringinn. Það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Við kveðjum í kvöld, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Uppskriftabókin, plokkfiskur, þari og möndlumjólk. Sola Eiríks heimsækir Ragnheiði sem kennir okkur að gera plokkfisk og steikja kleinur. Einnig hittur hún þau Eydísi og Hinrik sem fræða henni þaratínslu og matþörunga. Við lærum líka að búa til möndlumjólk. Draumahúsið. Sænskir þættir þar sem fyrst með fólki gera upp draumahúsið sitt. Úr viðjum, Flús. Norski spennuþættur Keleshi sem losnar úr fangelsi eftir 8 ára.